Já, velkomin aftur. Það hökti svolítið hjá okkur hérna í upphafi árs. Þessi þáttur til dæmis ekki sendur beint út á Facebook eins og vanalega. Facebook náttúrulega furðulegt fyrirtæki sem alltaf að reyna að gera þjónustuna lakari við þá sem að nota hana. Og einhverlega vegna þá alltaf gengið erfiðara fyrir okkur að koma streymin okkar út á Facebook. Þannig ef að þú ert vanur eða vön að hlusta á samstöðuna á Facebook, þá hvet ég til þess að kíkja á YouTube. Þar erum við líka með beina útsendingar, það gengur miklu betur og eiginlega aldrei neitt högt þar á. Svo ef að fólk vil horfa á þetta inn í stofu á sjónvarpinu sínu, að þá erum við komið þangað, erum með 5 á fjasteiningunni hjá öllu þeim sem að skipta við fjarskiptafyrirtæki Símann, þannig að það ýmis ráð, og svo erum við náttúrulega líka í útvarpinu 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu, og það má sækja þær útsendingar á spilarann, spilari.is á netinu, þið finna út úr því, en svo spilar líka app sem má hlaða niður í Símann og þá getið þið hlustað á samstöðuna hvað sem í heiminum. En ég veit ekki hvort ég beðist afsökunar á hvernig Facebook hefði sér, ég ber enga sök á því eða við hérna, en svona þetta bara. Þessi stóru öflugu alþjóðlegu fyrirtæki, það eru ekki svona stóru öflugu vegna þess að þau veiti viðskiptavinum alltaf betri og betri þjónustu, heldur það þvert á móti, þau kína yfir einhverju markaði og vilja stjórna honum og þurrmjólka hann með einhverjum hætti og kaupa frá sér samkynni og þar fram eftir götunum. Þetta þekkjum við allt. Herðu, þetta var ágætið þáttur hjá okkur, Sigurjón. Já. Skemmtilega umræði hérna í upphafinu við Kristín Hrafnsson og Þóru Kristínu og Ragnhildi Öldu. Já, mjög. Og svo tala ég við hann Hilmar Þór Hilmarsson svona utanríkis- og öryggisstefnuna sem að við erum náttúrulega eins og aðrir að reyna að lesa eitthvað út úr ykkur sem ekkert þessi stefnuyfirlýsing ekki neitt. Nei. Eina nefna það bara einhver uppbygging framundan upp á einhverja milljarða og... Það er ekki beint í stefnuyfirlýsingunni, sko. Nei, ég er að segja en það er eiginlega, máttu heyra á spjallinu, það er eiginlega þrýstingurinn það mun vaksa. Já, að utan. Bæði að utan og innan, held ég. Já, hérna líka. Já, ég sagði það nú að það væri greitt atkvæði aukna uppbyggingu Bandaríkjahers á Miðnesheiði í þinginu, að þá myndi ég spá 63-0, já, eins og þingið er núna. Ég sé engan í Sjálfstæðisflokknum eða Miðflokknum eða Framsókn eða Samfylkingunni eða Viðreisn eða Flokki fólksins vera á móti þessu. Nei, kannski ekki. Ekki. Já, kannski telja margir er bara nauðsynlegt. Þú mennst að hérna í síðasta kjörtímabili þá var til dæmis Landvernd að segja að það er ekki umhverfisinni á þingi og Ögmundur sagði að það er ekki vinstrimaður á þingi, það er ekki að mynda ríkisstjórn, það er ekki vinstrimaður. Ég held að sé næstu þetta að segja núna að það er ekki friðarsinni á þingi. Nei. Ég held ekki. Hver er þetta að vera? Þetta er svo nýtt þing maður, ég veit ekki. Ég hef enga neittlega ekki áherslu á frið. Flestir sem að tala um utanríkismál. Það er nú ekki allir tjási heldur. Nei, flestir sem að tjási um utanríkismál tala svolítið, við höfum nú kallaði hérna við rauðaborðið að tala eins og herforingjar. Það er ekki eins og diplomat. Það sem við tala eins og diplomatar eru kallaðir illum nöfnum. Já, ég sammála því að þetta hefur sko utanríkisstefna núna, hvernig hefur verið svona, alltaf nú svona herskári hefur verið, og þessi kaupa vopnum sem er eitthvað sem er alveg nýtt í og að við séum svona fullu í einhverjum svona stórvelda átökum. Já, til að fá að vera á stóra sviðinu þegar myndirnar eru teknar. Heldur að þessum nýkjörnu þingmenn er ekki helmingurinn af þinginu, svo gott sem er nýkjörnir. Meir en helmingurinn ef við tölum þá sem er að koma inn aftur. Já. Eins og Lilja Rafney, Sigmundur Ernir, Sigurjón Þórðarsson, já, hann var hann, og svo hann Karl Gauti. Það eru 4 sem eru að detta inn aftur allavega. Já. Jú, og hérna fyrirverandi dómsmálaráðherra Sigríður Andersen, 5 sem er koma aftur. Og þar að veru nokkrir sko fyrir nýja flokka. Karl Gauti, Sigríður Andersen, Lilja Rafney og Sigurjón fyrir nýja flokka. Hann var sko varaþingmaður Flokks fólksins á síðasta kjörtímabili. Já, hann var búinn að skipta það. Hann var náttúrulega þingmaður Frjálslynda-flokksins. Já, en hann var sem sagt varaþingmaður Norðvestri og hann kom svona að Eyjólfur Ármannsson var nummer 1 og Sigurjón nummer 2 og Sigurjón satt eitthvað svona á þinginu. Er meirið þetta núna en að vera áður? Því að nú spyr ég þið sem gamlan
þingfréttamann að menn sé að skipta svona lið að sé svona gluggi fyrir kosningar þar sem að menn skiptu lið. Nei, það var Kristinn H. Gunnarsson manni var. Hann fór í heldur 4 flokka eða ekki? Já. Hann var í Framsókn, hann var í Frjálslundum, Var hann í Frjálslundaflokknum? Eða ekki? Nei, ég ekki viss. En hann var í þó nokkur flokkum. Var hann í Alþýðubandalæginu? Vinstri grænum eða eitthvað. Hann var svona vinstri maður. Hefur maður þetta rétt, ég held að. En það þótti sérstætt, en núna eru þess margir sem reyndi þetta en náðu ekki inn eins og Jakob Frímann. Já. En veistu hvað Kristinn H. Gunnarsson gerir í dag? Hann er ritstjóri á Bæjarins Besta á Ísafirði. Keypti það útgáfu. Já, nei, Jakob Frímann, hann er varaþingmaður núna. Eftir að hann var bara meinu þáttaka í flokki fólksins. Hann var rekinn. Hann var rekinn úr þessu sem margir vilja segja sér svona hálfgert einkafyrirtæki. Já. Hvað við vorum að tala um ríkisstjórnina fyrir þettinum og óskallir þessar aðeins internetið sem við hendina hérna. Kristinn H. Gunnarsson, alþingismaður Vestfirðinga fyrir Alþýðubandalag. Svo var hann utan flokka, svo var hann í Framsóknarflokknum og svo fór hann í Frjálslynda-flokkinn og svo var hann utan flokka. Þetta eru 3 flokkar og svo utan flokka. Byrjaði fyrir Alþýðubandalagið. Hann var formaður þingflokks Framsóknarflokksins og formaður þingflokks Frjálslynda-flokksins. Þannig að hann er kannski sá eini sem hefur verið formaður 20 þingflokka. Var hann kjörinn fyrir Frjálslynda-flokkinn? Þá þurf ég að lesa svo langt að ég myndi tefja þáttinn. Nei, ekki núna, þú bara verðum að læra heima bara betur. Næst að Kristinn H. Gunnarsson kemur til umræðu, þá var ég undirbúinn. Þegar að allt var að fara í bál og brand hjá Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki á sínu tíma. Eftir einkavæðingu bankana að þá var þingflokkur Framsóknarflokksins boðaður á fund en ekki Kristinn. Það mátti ekki leka. Nei, ég man ekki eitthvað að hann hafi verið eitthvað þannig en bara að því að hann hefði örugglega verið á andverið skoðun við þingflokkin, ég nefnt að hlusta á mótmæli hans, Hlusta nóg á hann. En það er rétt sem að Kristinn H. Gunnarsson nefndi og við svo sem líka hann nefndi að fyrst að Kristinn Hrafnsson. Já, hvað sagði ég? Gunnarsson? Já, var fastur í honum. Nei, Kristinn Hrafnsson, fyrir ekki að fjölmiðlar verðast ekki vera vantar kappið, Hann var eiginlega óskæftir að það gefið dánarvottorð íslenska fjölmiðla. Hvort að fjölmiðlanefnd geti ekki bara sendað út núna eftir. Það var mjög dimmt yfir honum. Þú ert mikill gagnrýnandi stöðunar á fjölmiðlum í dag, en hann var eiginlega gekk skrifinu lengra. Og Þóra Kristi tók náttúrulega einhver leyti undir þetta. Og við gerum það líka. Þannig að það var hvernig var, sem ég finnst áður fyrr, þegar við vorum blaðamenn svo DFF. Þegar við vorum á lífi. Þá höfðum við efnaflokka sem vorum að fylgja eftir. Þú varst með efnahagsmál eitthvað svona og ég byrjaði í löggunni, svo var ég með þingfréttamaður seinna og svona var þetta kottakolli og ef eitthvað var að gerast í okkar málaflokki þá máttum við ekki missa af því Við verðum alltaf að vera að halda við það séu fréttir frá þessu. Halda bóttum á loftu og ef það var ekkert að frétta fyrir en eitthvað svona, þá vorum við vissum við hvenær það yrði, vorum við dagbækur að tekka þessu, þarna og eitthvað svona. Ég held að þetta sé ekki. Nei, kannski erum við lélegir kennarar. Ég veit ekki, ég mani til þess að stundum því að ég byrjaði ungur í svona efnahagsmálum, ég man ekki út af hverju, mér varst það bara veikleiki inn á DFF og svona setti mig svolítið inn í það. Já, svo sem góður að reikna, ég maður. Já, eitthvað svona, en maður vissi svo sem ekki mikið. En ég kom mér upp svona ráðgjafa hóp, bara fólk sem var auðvelt að leita til og maður gæti leita til þess að ég er að fjalla gengisjöfnuð, ég bara man ekki alveg hvað er það og bara flett upp í fólki, en líka svona hvað heldur að myndi gerast ef þetta myndi gerast og svona. Og svo var ég ritstjóri seinna og var svona
beina fólki á því þegar það kannski, já þú getur alveg tekið þetta þegar þú bara kemur upp svona litlum svona ráðgjafahóp út í bæ, kannski svona 10 manns og eitthvað svona, svo tekur á þessu reglulega og ég veit ekki sko hversu vel mér gekk að fleita þessari aðferð áfram sko. Kannski hlustaði enginn á mig. Þegar ég var nýliði á DFF þá var að fyndið að því að ég kom beint frá Ólafsvík sem hefur verið sjómaður að það var Alexander Stefánsson félagsmálaráðherra og þeim þóttu að fyndið að ég færi á fyrsta blaðamannafundin hjá Ólsaronum. Ok, ég gerði það og þá það ekkert annað maður bara burðaþol húsa, maður bara annarkvæmt hús í landinu bara að vera að hrynja og voru búin að vinna út 10 hús og ég verið að viðurkenna það, ég svona sjóarinn burðaþol húsa, ímyndað mér þetta, þannig ég hringdi í bara einhvern verkfræðing sem ég fann í símaskráni og hann var svona leiðilegu við mig maður, alveg hrind. Þannig ég get alltaf leita til hans ef ég var í einhverju vandræðum. Hann var alltaf tilbúin til að hjálpa mér og allt sem hann sagði var rétt og kom fram og allt það. En þá var það líka, þetta voru 10 hús og þá sagði bara Jónas Kristjánsson, trúnaður hvað hús þetta væri, sko. Þá sagði Jónas, ég ætla að lesa það í DFF á morgun, Sigurjón. Já, og hann áði einu fyrst á Foldaskóli og svo svona kollakolli. Ég var í þessu bara, ég varð að vera í þessu því að þetta eru DFF á morgun alltaf sem svipan sem var notuð sko og ég held einhvern veginn að þetta sé ekki lengur sko, þessi pressa innanhús. En má vera að vörn, til dæmis að þau vorum að tala þú veist, stjórnarmyndunum viðræðunar og það var ekkert að frétta og Kristinn og þú tókst undir sagði að það veri bara, þarna voru blaðamenn og fréttamenn að koma bara kvöld eftir kvöld og segja ég hef ekki unnið vinnuna mína, ég veit ekkert hvað að gerast þarna, eitthvað. Getur verið að sko flokkarnir og séu bara betur varðir fyrir þessu þegar áður var, að það við gátum alltaf fundið og einhverja í flokkonum sem var hægt að spjalla við og fá svona meir og minna að vita hvað var í gangi sko. En kannski það núna að sú hegðun þykir bara óásættarlegin í flokkonum og það bara meiri ægi og ég man að við vorum handa fyrir jólin í stjórnarmyndunum viðræðunum þá datt okkur í huga að fá þingmenn úr þessum 3 flokkum til þess að spjalla sem nýkjörðu þingmenn. Töluðu ekki við 25 eða eitthvað og við náðum 2. Já, ég talaði við allan að þarna Guðmund Ara. Það var alveg bara ótrúlegt hvað fólk var mikið upp í sumarbústöðum eða á leiðinu nokkri þóttust vera á leiðinu upp á Esjunni og var ótrúlega mikið að barnaafmælum og það var bara þorði enginn að mæta vegna þess að líklega hefði fengið bara yfir sig skammir sko formanna. En Smári, Davíð Oddsson hann bjóð til mikinn aga í þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Það var alltaf einhver sem að var þetta. Er það ekki? Já. Það er alltaf einhver. Sko. Og svo fær maður eitt lítið brot eitthvað staðar og hringir með það í næsta og svo við kunnum vinna leik. Já, þetta sjá þetta í svona löggumyndum, hvernig verið að yfirera fólk. Að þú kemur með einhverja sem virðist vera sko eins og eitthvað staðrind og annarkvæmt andmæli maður í því ekki. Þannig þú getur alltaf fengið eitthvað svona mynd á því hvað að gerast. En það var okkur ekki bóðið upp á það. Ég vil ekki tjá mig, ég vil ekki tjá mig. Segðu mér maður já eða nei. Nei, ég vil ekki, hvað, bara segðu mér já eða nei. Svo það líka eitt í þessu sem að vantaði í þessu umfjöllun. Að það kosið þing og svo einhverja 3 að mynda ríkisstjórn og náttúrulega með einhverjum svona varaformánunum oft einhverjus. En það náttúrulega frétt hvaða afstöðu allir 10 í flokki fólksins hafa til ríkisstjórnarinnar. Hvaða mál þeir telja vera mikilvægustu. Þannig þú getur alveg verið að fjalla stjórnarmynduna verið á þess og viti hvað að gerast í bakherberginu. Já. En þetta einhvern veginn, þetta dottið fyrir. Já, það hefur engin tilkynning borist stjórnarmynduna viðræðunar ennþá, þannig að við snúum okkur þá bara út í heim. Svona voru fréttinnar. Já, þetta svolítið. Ég held að ægin sem minni, við ólumst upp við Jónasar Kristjánssonar. Kannski ægin öðruvísi að þú verður að skila 25 fréttum inn á vísi.is. Jú, svo það reyndar alveg galið, sko. Netmiðlar gleypa allt, sko, fyrir alltaf sangir, sko. Það var að fóðura dýrið endalaust. Sko. Það ömurlegt að vinna undir svona netmiðli, að vera að moka í hítina endalaust. Já. Ég lifi mig nú með litlu miðjuna mína, ég bara, ég eins og mér sýnist.
Ég skrifa þegar ég svangur og sef þegar ég síður. Það var ótrúlegt, svo lesturinn yfir jólin, það var bara upp úr öllu valdi. Ég sé það þar einn stölu, sko. Var ekki fólk að taka upp pakkana og borða það var kannski ekki klukkan 6 á aðfangadag, sko, en ég að segja bara yfir þessa daga, þetta er búið að vera alveg ævintýralegt. Þannig að fólk þystir í fréttir það er annar vandi, sko, að það er endalaust fréttaþorsti. Svo eru komin sko podcastur allt og það er ekkert alveg það sama. Alveg svo við núna, við erum svona bara í einhverju podcasti, við erum að spekulera, en við erum ekkert endilega með sko blákallar staðrindi sem við erum búin að tjekka af og svona, sko. Spekulatíft tal sem er hluti af fjölmiðlum. Ég var því að ég tók mér svolítið frí yfir jólin. Það var búið að vera fannst það bara sniðut að þeir voru svo mikið fritugum og var ekkert að ég hlusta ekki á kryddsíldina og ekki í áramótaávarpinu. Ég er ekki búin að horfa á sko þáttinn með Vigdísi og þannig að ég horfði á áramótasköp með svona hálfum huga, þannig að ég er ekki til frásögu eiginlega hvað var að gerast. Þetta er ekki búin að sjá kryddsíldina? Nei. Þú verður að gera það. Ok, þá bara hlýði því og hlusta á hana leiðin heim. Já, bara í alvöru. Það er bara, það er merkilegasta kryddsíld sem hefur verið. Þetta setja hana bara á svið í Borgarleikhúsinu og leikana. Já. En ég fór í gær og rendi yfir svona nokkuð podcast. Djöfull eru við gaman að hlusta á hægri podcastin. Þeir eru svo fúlir kallarnir. Alveg ótrúlega bara, þeir finnst allt ómögulegt. Þeir hafa enga trú á neinu bara. Nei, þeir eru alveg, þú veist, þeir eru ekki eins og Hannes Hólmsteinn er alltaf þetta fram. Hægri fólki sé alltaf svo líi glað og grilla og, ég man ekki, á daginn og græða á kvöldin. Græða á daginn og grilla á kvöldin. Já, eitthvað slags. Þeir eru rosalega fúlir. Við líst ekkert á þetta. Hann segist aldrei að vera eins samíkjusamur. Hannes, hann er að senda myndir frá, hann er mjög ánægður með líf sem hann tekist að byggja upp í Ríó, í Breslu. Já, hann er í sambúð með manni sem Tveimur eða ekki? Nei, hann er í sambúð með manni sem er 47 árum yngri en Hannes og svo er hann einhver á fóstur sinni. Já. Með þess að mynda hann með svona ungan strák. Nei, ég trúi þessu. Ég skrifaði upp úr þessu, ég var í sunnudagsmókunum og ég að því að það hefur svona kynið hans hefur verið svona, aldrei opinberað, sko. Hann hefur ekki svona komið út úr skapnum? Jú, núna. Núna. Það sem ég fannst það bara... Og hann ekki samur, eða ekki? Mér fannst það merkilegt mál, þannig ég setti það á vefinn hjá mér, sko. Mér fannst það mjög merkilegt mál, því að bara frá því að við vissum hvaða maður þetta var og þá hefur við svona haft svona grunum kynferðis en núna þetta var ekkert svona, þetta er ekkert vel varðveitt leyndamál. Nei, en hann kaus það eins og margir aðrir að ekki ræða það en byrjar á því núna. Svo kom hann núna og veitur hún hamingju að gangast við í hver hann er opiðvelega og líka það að eignast fjölskyldu sem að hann hefur náttúrulega ekki verið fjölskyldumæður náttúrulega ásýna sko uppruna fjölskyldu en sjálfur, og frængur og frændur, hann er mikið að birta myndir af sko frængur sínum og frændum sem að börnum. Það sagði mér einn, hann var með svona íbúð í kjallaranum sem hann leigði ungum sjálfstæðismönnum. Þannig að það gengu alveg hver á fætur öðrunar. Á hringbrautinni. Og það sagði það að Hannes hann bara, þú veist, bara börn, hann er algjörlega blindu fyrir börnum. Hann getur ekki svaraði hvort þetta barn sé 2 ára eða 14 ára. Þannig að það er ekki fyrir að fæ kosningar eftir sem hann sé. Sem hefur áhuga á því. Það var reyndar, ef ég má skjóta, en mér finnst það fallegt að hann er núna kominn á áttræðisaldur, byrjar að sjá fegur lífsins í fjölskyldunum. En það var þú segir þetta, að ég tók eins og viðtali við Jón Baldvin og Glúm, sem var eitthvað svona feðra, nokkra feðra. Og þá sagði Glúmur sko, að pabbi sinni hefði ekki tekið eftir sér, fyrir hann gætt verið að rífast við hann pólitík, sko, eitthvað 14-15 ára. En fyrir þann tíma hann ekki vita að hann verið til, sko. Þannig að hann hefði ekkert gagna að einu samtali nema væri pólitík. Þannig að menn geta orðið svona svolítið einsýna. Það er gaman að Hannes sé að vakna til lífsins. Hvað? Bara kannski renna upp fyrir orðunum að þau trúabröð sem hann hefur verið að boða undanferði séu líklega tómt rugl.
En hann var reyndar að gefa frá sig ykkur bók, sko, viðtali sem að ég sá þetta í var, tilefni var útgáfa á bók, en að því að ég er blaðamaður og les ég svona fremst og svo les ég næst smá stubb, svo fyrir lokin og þar kom fram þetta með hamingjuna og það allt saman og sambúðuna Hann hefur verið að skrifa bækur meðal annars hann hefur verið að sína fram á að Snorri Sturluson væri nýfrjálshyggjumaður. Já. Hann hefur verið að draga svona úr mænkisugunni stuðningsmenn við sína eigin hugmyndir. Já. Kostulegt. Og bara svona storminn úr sögunni. Já, þetta er ekki gefið út af svona think tank sem að rekið af þeim svona flokkasamtökum sem að sjálfstæðisflokkurinn tilheyrði og Meloni Ítalíu er núna formaður fyrir það en sjálfstæðisflokkurinn hefur gengið út úr þessu og gerði það á sama tíma og breski íhaldsflokkurinn sem að tengist líklega bara því að Breitlandi kom út úr Evrópusambandinu og þau þurfi ekki að vera í þessu svona Evrópuskeptísku samtökum sko. En þessi think tank hefur gefið út mikið af þessum ritum Hannesar sem hefur ekki gefið mikið af svona ritrýndum ritum yfir sína prófessoratíð Hannes. Það er mest verið svona alþýðufræði gefin út af einhverjum think tankum sem eru rekin áfram af stórefnuðu fólki og svo ferðast hann heiminn og heldur svona ráðstöðum meðal hans í Las Vegas sem yfir eldri borgurum í Bandaríkjunum. Það væri kannski mun Vesturport búa til þáttaröðum Hannes henni væri nú frábær persóna í svona Já, mjög alveg frá því að Hannes á horninu og svo þegar hann var að kíkja fyrir hornið og til flotta myndir Ég man eftir honum þegar ég var ungur kannski ég man ekki hvernig ég var ungur ég er svona 70 og kannski 7 þá svo kom borgin og opnaði og svo var óðal og þetta svona sumrin að þá voru svona oft svona fullt af svona fólki þarna þá man ég eftir honum og þá er hann líklega kannski bara verið sumar og er að koma fríi frá náminu sinni í Oxford eða eitthvað þá man ég stöndum eftir honum að sem hann var að rífast við svona vinstrimenn og tók svona marga á og mér fannst það svona Töldi fjöltöfli? Já, mér fannst það svona þá var hann gaggrínandinn sem var að koma en síðan var hann náttúrulega hluti af valdinu bara mjög stuttu síðar og var svona leiðilegri verið að segja þar sem hann var alltaf í vörð fyrir Davíð og allt þetta og ég er svo sem ekkert fylgst með Hannesi svona undanfærin 30 ár sko ekki búist við neinu merkilega Þið voruð oft í svona tölvust mikið við á tímabili Við vorum málkunnir sko, við hittust bara þegar við spjöldum saman. Það var nú aldrei heimildamaður minn, en það er hann alltaf sko, það er erfitt að hafa heimildamenn sem er alltaf í skák. Ég held til þess að fólki hafa í huga þegar er að lesa til dæmis fréttaskýringar Össurar Skarphéðinssonar á Facebook, að þetta er maður sem er í skák. Allt sem hann segir er til þess að knýja fram einhverja tiltekna stöðu sem hann vildi sjá. Þannig að svoleiðismenn geta mjög erfiðir heimildamenn, þess að þeir eru alltaf þeir ráðu ekki við það, þeir eru alltaf að plata svolítið. Þeir eru alltaf að draga fram svolítið afgerandi línu. Össur er svo ritfær sko. Mjög skemmtilegt. Skrifa svo góðan texta. Heyrði það eins og viðtal við fólki sem er með þingræðurnar, skrifar upp og að sagði ykkur að eini þingmaðurinn sem kemur og lesi yfir sjálfan sig, það er Össur Skarphéðinsson. Sem var kannski bestur í skriftu bestur í íslensku og frágangi á texta það var eini maður sem kom til að lesa yfir kannski er þetta eitthvað breytt núna, ég veit ekki en þetta var sagt á Ég man eftir að því út að tala um svo gamla blaðamennsku þegar maður var að tala við Jón Baldvin í síma og tók hann upp á teip og skrifaði hann upp þá var maður að hugsa að maðurinn talar ritmál Algjörlega. Það er bara, þú veist, það er bara kommusetningarnir eru þarna, innskotsetningin og hann talar ritmál. Mjög auðvelt að skrifa upp texta eftir honum og Ólafur Ragnari. Ólafur Ragnar svindlaði vegna þess að maður hringdi hann á morgnana og sagði, herðu, hvað, getur ekki sagt mér eitthvað gengisjöfnuðin? Það sagði, býtu, þú hittir illa á mig, ég er að fara inn í sturtu og svona má ekki hringið eftir 10 mínútur. Svo hringdi hann eftir 10 mínútur, þá var hann búin að skrifa þetta og las það upp. Hann svindlaði sko. Það var náttúrulega hann er ótrúlega ég tók nú líka svona viðtal við hann bara á vettvangi sko.
En hann var ekki eins og Davíð Oddsson sem hann var rosalega erfið. Það langt á milli ritmálsins og talmálsins í honum sem hefur reynda verið að nálgast á undanförnum. Stundum skrifar hann leiðara sem eru bara eins og eitthvað svona rant upp úr einhverju manni. Já, mér finnst sko, hann hætti miðurum setningum og fór eitthvað annað og fór úr þátíð í nútíð og þannig að það var mikið fyrir honum oft. Já, hann ekki með skipulaða hugsun allar út frá málfræði. Nei. Svo voru það alltaf hjá honum, allar upp gömlu það, menn eins og Friðrik Sófusson og Þorsteinn Pálsson, þeir hafði fullt vald á tjáningu sinni. Það var ekkert svona vesinn með það. En þetta með Jón Baldvin alveg rétt hjá þér, þetta var svona mjög skipulaður. Já, hann kom með þetta triksi þarna í fyrsta lagi og í annan stað. Svo hann byrjaði alltaf að segja fyrsta lagi, öðru lagi og þriðja lagi, svo var hann þreyttur á þessu. Og þá byrjaði hann að segja svona fyrsta lagi í annan stað. Og það triksi þegar verið að taka sjónvarpsviðtal við þig, þannig að það sé ekki hægt að klippa það sko. Að það þú lendir ekki í því að það sé bara klippt eitthvað bara bútur innan svo, þannig að hann var alltaf að reyna að vinna sér inn lengri tíma með því að flugklár maður sko. Herri, jæja, hvað segirðu? Hvernig nú förum við bara inn í nýtt ár. Já, voru ekki bara sængjarnir í pallborðinu fyrst hjá okkur með ríkisstjórnina 9? Jú, ég var að kvarta yfir því að það mætti fjalla hana svona eins og að taka þessa stefnuyfirlýsingu og meta það bara hvað þetta raunverulega. Mér finnst að fjölmiðlar mætti gera það. Ég var að reyna að benda á að við gætum gert það svona rosalegur halli í ráðuneytisskiptunum að Viðreisn óeðlilega valdamikil inn í þessa ríkisstjórn og ég held að það muni sko pirra Samfylkinguna fyrst og svo þetta náttúrulega þannig að Viðreisn eiginlega með svo mikil völd að allar svona hugmyndur tilfærslukerfin og eitthvað fleira sem að Flokkur fólksins þarf á að halda ef þeir ætla ekki að bara hrynja í fylgi að það bara Viðreisn ræður þessu sko. Og líklega held ég þetta sem við vorum að ræða að ástæða fyrir að Viðreisn með svona sterkar stöðu þarna inni að þeir geta alltaf skipt og farið bara yfir aðra ríkisstjórn og hinir flokkandi munu líka vita það þannig að þú getur ekki gengið á Viðreisn aukin hækkun eftirlauna eitthvað svoleiðis því að það að við skilja þá bara myndum við ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum þar sem þeir geta það aftur tekið þá inn svona tildulega billegt. Þetta alveg ótrúlega staða sem að Viðreisn í á þinginu. Ég gerist nú ekki svona. Ég heldur að ég búin að semja eitthvað hvernig þeir eiga að mæta þessum kröfum hennar Ingu. Annars hefði þessi ríkisstjórn ekki verið til þetta sko. Og hvað heldur að Flokkur fólksins ná í gegn 450.000 krónur á mánuði skatta- og skerðingarlaust? Ekki einu stökki. Ekki, það kannski ef að verður sko 15% verðbólga í 6 ár og þannig að 450 krónur séu raunverulega sko 330, þá geta ekkert. Nei, sko, þetta verður tekið ykkur skrefum. Og hvað alltaf að fá peningar fyrir því? Sko, þar kemur að því sem mér finnst dæst í gallin við þetta. Það er engjar tekið af vegna þess að það ætla ekki að fara út í útgjaldaaukninguna. Nei, sko, akkur má ekki hækka skatta? Ef að ríkið vanfjármagnar. Því að Viðreisn vill það ekki. Já, en það sko hlýtur að koma að því að það verði að gera það. Ef það ætlar að ýta Viðreisn í því hækka skatta, þá myndar nú bara ríkisstjórn með Miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum sem vilja heldur ekki hækka skatta. En það þarf að auka tekjur ríkisins umtalsvert. Það verður að kjósa réttu flokkana. Já, það voru flokkar sem buðu fram. Ég tel réttan flokka en hann náði bara ekki inn. Það voru flokkar sem buðu sig fram sem að sögðust ekki að hækka skatta. Það var Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Viðreisn. Þeir eru með meirihluta. Og það þýðir það að það eru meirihluta. Hvað ætlar þá að gera? Þá bara að skera niður og halda áfram sem við vorum skera hvað niður? Það er ekki til að skera. Bara halda áfram að brjóta niður heilbrigðiskerfið. Þetta allt komið inn að beini maður. Það er ekki til að skera niður. Það er bara stefna þessara flokka. Hvað? Rústa öllu? Já, og Flokkur fólksins var ekki með tillögur að hækka skatta á fjármagn og stórfyrirtæki. Þeir ætla að gera eitthvað svona trix í lífeyrissjóðakerfinu. Já, sem var bara skotið út á borðinu strax. Þannig að þeir eru líka flokkur sem ætla ekki að hækka skatta. Framsóknarflokkurinn ætla ekki að hækka skatta. Já.
Einu sinni talaði ég við skattakóng, Þorvald Guðmundsson, Síld og fisk. Og þá var hann skattakóngur og hann var svo glaður með það. Og það stuði bara reist niður þessu, sko, að vera borgarna mikla skatta. En það var náttúrulega 70 og sagði, sko, en þó að ég borgarna mikla skatta og eigi peninga, að þá ætla ég samt að nýta það að ég fari ókeypis í sund. Hann búinn að borga fyrir það? Já, ég veit, en hann það var svo fyndið, sko, hann fengi ókeypis í sund, en það allt í kringum okkur, molnaðir innviðir, allstaðar, Smári. Vegakerfið okkar bara víða bara stór hættulegt og það vantar peninga. Það vantar peningi í heilbrigðiskerfið. Ég meina það sjá þetta allir sem að vilja sjá þetta, en það samt að það meiri út á þingi fyrir því að hækka ekki skatta sem að voru lækkaðir á fjármagnseigandur og stórfyrirtæki á nýfrjálshyggjutímanum. Nei. Og ég meina einhver leyti þá bara þjóðin, já, það ekki bara sniðut að auka útgjöld og ekki hækka skatta. Þetta gengur ekki. Ég veit það, en ég meina kosningabaráttan, kannski erum við bara með lélega fjölmiðlar eitthvað, þannig að við getum ekki dregið það í gegnum kosningabaráttuna, hvað þetta raunverulega snýst. Það til þess var ekki dregið í gegnum kosningabaráttuna þetta loforðunar Ingu Sæland 450 skallin. Nei, ég veit ekki svo ég hafi séð, sko. En það var eitthvað sem var að reyna að gíska á þetta hvað þetta kostaði, eitthvað 80 milljarða eða eitthvað. Já. Og hvað þetta að finna þá? En það samt sem áður, sko, þetta var tekið af eldra fólki og öryrkjum. Já, til þess að væri hægt að lækka skattana hjá, afleiðingin af skattalækkunum til fjármagnseigenda og stórfyrirtækja var slík að það þurfti að skerða framfærslu fátækasta fólksins á Íslandi. Já. Og það var gert. Já, en til þess að laga hann upp aftur, þá þetta hækka skattana við hinum. Sjálfsögðu, já. Við ættum að stjórna þessu landi, sko. Nei, þetta ekki, þú getur ekki bara á annan veginn, debit eða kredit, þú verður að stemma þetta af. Það nú margar sem dreymir það að éta kökun og geimana líka, sko. Já. Það er ekki hægt. Nei. En við erum alltaf í þessu. Það verður gaman að því að ef við förum frá hruni, að fyrst 2009 að þá eru kosnir gömlu flokkarnir, vinstriflokkarnir sem rætur í svona sósíalískri verkalýðsbaráttu á Íslandi, voru þeir kosnir. Síðan ertu til dæmis með 2010 í borginni þegar besti flokkurinn kosin. Svo ertu með Framsóknarflokk Sigmundar Davíðs 2013 sem að vinnur. 2016 hvað ertu með þá? Það var Viðreisn sem kemst inn. Já, Viðreisn kemst inn og fékk ekki Björt Framtíð. Já, það er svona, og þau fara inn í ríkisstjórn sem svona eitthvað svona svokallaða frjálslynda miðja, hún fer inn 2017 og þá kemur VG svolítið sterkt inn aftur og svo 2021 að þá ekki bara best að kjósa Framsókn og núna ekki bara best að gefa Ingu og Valkyrjónum séns en stefnan hefur aldrei breyst hann innur á því. Það alltaf sama eins og Kristinn var svolítið að benda á. Þetta bara skipt út ráðurunum. Þannig að enginn af þessum sigurvegurum kosningana hafa raunverulega lifað af kjörtímabilið. Og ég veit auðvitað þessi 100 dagar ekki búnir og við viljum bara vinka þeim og óska þeim góðs gengis og svona. En við mögum samt ekki vera svo næf að halda það að stefna sem að kemur inn til þess að svara kröfum almennings breytingar en með stjórnarstefnu sem að búa enga breytingar, ekki með neina breytingar á því hvernig að fjármagna grunninnviði og grunnkerfi samfélagsins, að það verður eitthvað voðalega heppík og lökki. Það bara getur ekki, þjóðin ekki algjör rasni, sko. Nei, en við verðum að muna það. Eins og áður var sagt, sko, ég hef eina skoðun ég á móti. Sem Nei, og bara í andstöðu. En það sem að þú veit að hvernig myndir ára á kryddsíldina, ég gruna af hverju það sé, að það sem slæri gegn kryddsíldinni hvað þeir eru rosalega fúli kallanir að missa völdin. Já, alveg svakalega. Alveg svakalega, sko. Og ég held að það gleðji almenning. Sko, hann Sigur Ingi var bara eins og súr keppur sko, alveg laka á henni fílan, sko. Og Sigmundur Davíð bara var óvenju lítið fyndinn, sko. Og ekki að reyna að vera fyndinn, hann stundum að reyna að vera fyndinn en það ekki? Stundum að fyndinn á þess að reyna? Já, stundum hann svona, maður tekur eftir honum til dæmis þá hann fer í ræðustól í þinginu, það svona gaman að hann tala blaðlaust og örugur, sko. En svo Bjarni hans svona skipti svolítið skaparna, svona
það var svona hvirfilvindur í honum stundum. Ekki ánægði með sitt hlutverk í leikritinu? Nei, svolítið niðurlægandi, sko. Hann sat á milli, sko, Kristrúnar og Þorgerðar. Og svo fóru þeir svona rósring sem alveg fórum við dæmi, sko. Hann þurfti að rósa Kristrúnu. Ég man ekki hvað hann sagði. Góða harmoniku. Góða harmoniku. Já, geta sagt það. Og hún, manna væri góður að skreita tertur. Nei, Þorgerður, sko, þurfti að rósa Bjarna, náttúrulega þekkir það mjög vel. Nei, þetta var svona, og það má segja við Erlu og Kolbeinn Tuma, þau svona styrðir þessu ákveðni, sko. Ok, ég ætla að fara heim og ég ætla að hlusta á... Bjarni eitthvað svona fór að setja ofan í við Kolbeinn svona Tuma í upphæðis. Nei, ég horfði á þetta. Já, þau ætla að horfa á þetta leiðinni heim, en ég þakka þér fyrir samfélgina í dag. Já, sömuleiðis, takk. Og gleðilegt ár. Já. Og við sókum náttúrulega gestunum okkar sem að hinga komu og við ræddum við og ykkur mest sem að eru að hlusta, hvað sem er í útvarpið eða sjónvarpið eða netinu eða hvað sem eru að hlusta. Bendi á að samstöðin hefur verið byggð upp af þeim hluta ykkar sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem að fer inn á samstöðin.is og ítir á hnappinn áskrift, þar er þetta skrá sig fyrir áskrift. Grunnáskriftinn er 2500 krónur sem að mér er sagt að sé hlægilega lágt verð með það efni sem við búum til hérna. Ef þú vilt slást í hópinn þá er það mikill greiði gerður því að það er mikill vilji hér inni í samstöðinni að efla hana og styrkja hana og svara raunverulega ákalli sem að við heyrum út allan bæ og hvert sem við förum að fólk er ánægt með efni sem er hérna og vill fá meira. Það verður gott ef að þú hefur efni á að taka þátt. Sumir borga meira, það kemur í ljós þegar ég farið inn að það er valkostur það og stór hluti kýs að láta áskriftina renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið en það er mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. En ég þakka fyrir í dag, njótið þess sem eftir af helginni, svo sjáumst við aftur hérna á morgun við Rauðaborðið, það byrjar klukkan 8 annað kvöld. Takk fyrir í bili.